fólkið og velkomin til Skagafjarðar og nánar tiltekið út í Drangey, perlu fjarðarins. Við erum komin inn á svonefnda uppgönguvík og ekki annað fyrirliggjandi en að koma sér í land. Farkostur okkar frá Sauðárkróki út í Eyju var nýji víkingurinn hans Jóns Eiríssonar bónda í Fagranesi á Reykjaströnd. Hann þekkir Drangey sem sína 10 fingur eftir áratuga sambúð. Hann hefur nytjað eina og mætti því nefna hann staðarhaldara. Já, ég hef nú eiginlega haft ennþá virðulegra nafn svona af strákonum sem hafa verið með mér og ýmsum öðrum og mér þykir nú svona heldur meira en munni að hafa það heldur en staðarhaldara nafni þó það sé nú virðulegt. Hvaða nafn er það? Þeir kalla mig Eyjarjarl og ég kann nú náttúrulega mjög vel við það Það ekkert annað. Veistu, hvað varstu gamall þegar þú komst hér fyrst út í Drangey? Ég hef ekki verið 12 ára gamall þegar ég kom hérna fyrst. Hefst þá uppgangan. Fyrsti áfanginn er skriðu, grastættur og lausagrjót upp í skarð þar sem landhöfði Þernhildur Hamar hefur hallað sér frá aðal eyjunni. Hallgrímur Jónasson lýsir kynni sínum að Drangey með eftirfarandi hætti. Það er tilkomu mikið að ganga þangað í sólskini og sumardýrð þegar Drangey öll í logum leiftrar. En komdu líka í þoku þegar hún teygir mjúkt úðabelti þveran fjörðinn, slær því á efstu brúnir og fremstu nafir Eyjarhamran og hylur allt þetta jötulbákn til háls. Þá er Drangey fyrst tröllsleg sínum. Þá ægir hún þér gestur. Þá skilur þú ef til vill hvað það er að vera bergnum. Við erum nú hérna í skarðinu milli Lambhöfðans og Eyjarinnar. Þetta er svona áfangi sem að menn eru alltaf fegnir að ná þegar þeir eru að ganga hér upp því þetta er, það má segja, svona erfiðasta baki þegar maður er komin hér upp. Svona líkamlega séð, en náttúrulega er það kannski þykir aðeins glannalega hérna að fara fyrir altarinsvagnin. Þú bentið mér á það áður en við gengum upp að það var rétt fyrir mig að girða buxurnar niður í sokkana. Til hvers átti ég að gera það? Já, það er nú svona ýmsar lífverur sem eru hér á sveimi sem að sækja nú á menn. Fyrst að það eru nú og gera sér þá eitthvað mannamenn og það er svona betra að vera öllu búinn og ég hef nú komist að því svona í gegnum árin að þó að strigaskótin séu nú góðir útbúnaðara þá er nú stígvélin það sem er nú eitthvað notadrýgst þegar maður er að komast hérna í megina því að það átti að þessi flöytt á og ýmsar pöttur sem sækja á mann. Voru Lambhöfðaskarðið sér niður í uppgönguvíkinn annars vegar þar sem allt iðar að lífi og hinn veginn sér niður í Heiðnuvík og upp af henni heiðina Bjarg. Hér er eins og í fuglabjargi í orðsins fyllstu merkingu. Ekki ofmælt að Drangey sé þéttbýlasti staður Skagafjarðar. Fuglagargið er eins og endalaus hljómkviða með fjölbreytilegum röddum. Hér sjáum við krossmarkið í Heiðnabjargi. Sagt er að Guðmundur biskup Arason hinn góði hafi vígt einan nær alla það sem óvættur var talinn hafa grandað sveinum hans sem voru að störfum í eynni. Þegar hann var langt kominn við vígsluna kom krumlaginn mikil út úr bjarginu sem skar í sundur nær alla þætti í vaðnum sem biskup hafði sigið í niður í bjargið. Aðeins einn þátturinn hélt enda margvíður. Leið rumdi í óvættinum, hættu nú að vígja Gvendur góði því einhversstaðar verða vondir að vera. Biskup hætti vígslu en þessi orð hafa lifað síðan sem máltæki. Þar heitir síðan Heiðnabjarg og aldrei er farið þar eftir eggjum. En er það vegna þess að Guðmundur hinn góði náði ekki að vígja bjargið á sínum tíma? Okkur sem er nú hérna frammi, okkur býður í grun að það hafi nú verið frekar hitt að það er ekkert gott að síga þarna í Heiðnabergi vegna þess að hrunið er svo mikið ofanfrá. Önnur þjóðsaga segir að eyjan hafi eitt sinn verið kýr á tröllabúi austan fjarðarins. Hún er til í ýmsum útgáfum. Ein þeirra er á þá lund að tröllin hafi eitt sinn lagt af stað með kúna vestur yfir fjörðinn, hún þurfti þá á nauti að halda. Kerlingin fór fyrir og teymdi kúna en Karl hottaði á eftir. Ferðin sóttist illa og ferðalangarnir urðu að steini í dagræningu. Karlinn hrundi á 18. öld sennilega í jarðskjálfta. Fótstallur hans marar hér í hálfu kafi. En kerlingin stendur enn, enda var hún í upphafinu ólíkt stærri og myndarlegri heldur en Karlinn. Nokkrir vaskir menn hafa klifið kerlinguna meðal annarra Jón Eirísson, en fyrstur til þess mun hafa verið Jóhann K.L. Skram. Þótti afrek hans svo frækilegt að sótt var styrkt til hans frá konginum í Köpen, fordi hann har klífet på kellingen eins og sagði í bréfinu. Næsti áfangastaður er Gvendaraltari þar sem Guðmundur biskup hafði bænastað. Þar er nú skjöldur með faðirvorunu áletruðu sem Sveinbjörn heitinn Jónsson í ofnasmiðjunni gaf til eyjarinnar á sínum tíma. Það er först venja Drangeyjar fara að staldra þar við og fara með bænir sínar.
Ég fer alltaf með faðirvorið þegar ég fer hér upp, með skoðst í fyrsta skiptið. Og við gerum það allir. Því að ég tel það góðan sið. En ég fullyrði það nú ekki að það komi nú einhver sérstök óhöpp fyrir menn sem ekki lesa faðirvorið. En þetta kostar ekkert að lesa faðirvorið hér og ég búinn að fara hér marga ferðina og ég get verið þakklátur fyrir það að maður hefur aldrei orðið fyrir stórvægilegum óhöppum. Og þá það loka áfanginn. Þegar komið fyrir Gvendaraltari tekur við löng og brött skriða sem skríður undan fótum. En það hægt að sneiða hjá skriðuna mestu sem við Jón og gerðum. Erum við þá loksins komnir upp í eina? Já, ég held að meginn segja það, við séum komnir upp hér. Hvaða staður þetta sem við erum á núna? Þetta Brúnahellan. Þetta er Brúnahella og hér álítið að stígarnir hafi verið. Og hér mun, eftir því sem sagan segir, hér hefur Glaumur legið sofandi þegar Þorbjörn Ungull kom upp og sagði illt að eiga þræl að einkavinn. Því hann hafði glemt að draga upp stígana og það var Grettis banni. Já, það kom sér svo sannarlega illa fyrir þá bræður, Gretti og Illuga, að eiga þræl að einkavini. Það talið að þeir félagar hafi flutt í eina árið 1028 og dvalið þar í 3 ár. Ekki skal það dæmt hvernig líðan þeirra hefur verið í eynni, en þeir hafa í það minnsta ekki þurft að svelta. Eyjan hefur aldir verið nefnd vorbæra Skagfirðinga. Það talið að þar hafi veiðst alltaf 200.000 fuglar á einu vori og þaðan koma egg í þúsundatali, já og fiskur. Það munar minna þegar haustmaturinn var uppétinn. Þegar við komum upp í eyjuna voru sveinar Jónsa rísa og rekju. Þeir hafa þegar fyllt marga eggjakassa. Þessir kassar kynnu sögu að segja mættu þeir tala því þeir hafa gengt bjargmönnum í Drangey í áratugi. Það orðið messufært í björgunum og prófasturinn kominn í stólinn. Söfnuðurinn að vísu hálf syfjulegur, en hressilegur morgungeispi getur bætt úr því. Já, það greinilegt að syfjan þekkist víðar heldur en hjá mannfólkinu. Bjargfuglinn leikur sína hljómkviðu endalaust án mikilla tilbrigða. Hún getur ært óstöðuga það sem hæst lætur í bjarginu, en rólindis menn njóta hennar. Menn sperra hins vegar eyrun þegar heyrist ný rödd, björt og hrein, eins og sólóist í symfóníu. Hvaðan kemur hún? Við leitum og við finnum. Þegar horft til lands frá Drangey þá þarf leikmaður ekki mikið ímyndanarafl til að ætla að einhver tengsl hafi verið á milli Eyjarinnar og Hegranes sem við sjáum hér í fjarska. Það má líka hugsa sér einhver tengsl við Austurlandið og jafnvel Vesturlandi líka. Síðan má ætla að skriðjökullinn hafi rofið þessi tengsl í burtu við lok ísaldar. En vísindamenn eru ekki inn á þessari kenningu. Það þykir víst að eyjan hafi orðið til í neðansjávargosi líkt og gerðist í Surtseyjargosinu. Ægir sverfur móbergið í fótstalli eyjarinnar dag eftir dag, ár eftir ár og öld eftir öld. Af og til falla fyllur úr bjargbrúnum. Hún hreinlega hverfa fyrir augunum á mig, segir Jón með nokkrum trega, rétt eins og hann sé að tala nákominn ættingja. En það ljóst að Drangey á marga mannsaldra eftir, þó að sé orðin 700.000 ára gömul og minnki ár frá ári. Það margt fróðlegt að sjá í bjarginu og eins og við sjáum þá eru hreiðurstæðin skreytt, fagurlega með ýmsum náttúrulegum efnum. Og þarna eru líka mörg forvitin augu.
Nú skulum við bregða okkur yfir Drangeyjar sund, 7 kílómetra leið sem Grettir á að hafa sinnt á sínum tíma. Erindi hans var að sækja eld því þrællinn Glaumur hafði brugðist við að gæta hans. Þá brást hann þeim bræðrum Gretti og Illuga fyrst. Já, Jón, þá erum við komnir hér að Grettislaug og hér á Grettir að hafa baðað sig eftir að vera búinn að synda úr Drangey. Hefurðu trú að þetta sé sönn saga að Grettir hafi synt hér yfir sundið? Já, þetta ábyggilega alveg dagsatt. Ég hef nú stundum verið að segja fólki það að þetta sé alveg hægt að sanna þetta með Grettis sögu. Þegar Grettir hafði synt og þá var hann móður mjög af sundinu, eins og segir í sögunni, og gekk til stofu og sofnaði en griðkonan kom og sagði við dóttir bónda að það væri undir hversu svona stór maður, hvað svona stór maður væri lítt vaxinn niður. En þarna segi ég að þetta sé beinlínis sönnun á að Grettir hafi synt, því að allir vita nú hver áhrif kalda vatnið hefur á mannslíkamann og þurfum ekki annað en líta á sig sjálfa þegar þeir eru búin að synda í köldu sjó. En hafa margir leikið þetta eftir Gretti að synda hérna yfir? Já, þeir eru einir 5. Fyrstur var nú Erlingur Pálsson, hann syndi hérna. Og ég var svo frægur að sjá þegar Pétur Eiríksson kom hér á landi fyrir rúmlega hálfri öld. Nú ert þú búinn að búa hér lengi. Þér hefur aldrei dottið í hug sjálfur að þreyta þetta sund? Nei, ekki alveg bestu kostir. Það dugir ekki að dorma lengur við volga Grettislaug. Aftur skulum við halda út í Drangey. Hún er tilkomu mikil hvar sem á hana er litið. Sveinar Jóns fara í hvert sigið á eftir öðru. Hér eru þeir við Háusig og þar undir er dauðsmanns haugur. Munnmæli segja að bjargkvilla mikil hafi hrunið úr hamraveggnum og banað mörgum mönnum sem voru í fjörunni. Nær er sprunguhaus, feitakinn og vatnshillu torfa. Þar er að finna Grettisbrunn eða Gvendabrunn, hvort heldur sem menn vilja nefna þetta eina vatnsból eyjarinnar eftir guðsmanninum eða útilegumanninum. Krummi krunkar úti, segir í kvæðinu, og hann krunkar líka í Drangey þó hann sé ekki fjölmennur þar. Þannig skapar hann skemmtilega tilbreytingu í Bjargfugla sinfoníuna. Svo er sagt að þá Grettir og félagar hans höfðu verið 2 vetur í Drangey, þá höfðu þeir skorið festalta sauðfé sem þar hafði verið. En einn hrút létu þeir lifa svo að geti sé. Hann var hösmögóttur að lit og hyrndur mjög. Að honum hentu þeir mikið gaman því hann var svo spakur að hann stóð fyrir úti og rann á eftir þeim þar sem þeir gengu. Hann gekk heim til skála á kveldin og knýri hornum sínu við hurðina. Gott þótti þeim í eyjunni því að þar var gnótt matar fyrir fugls, sakir og eggja. Ekki þurftu þeir bræður að starfa utan að fara í bjarg, þá er þeim líkaði. Já, það er ævaforn siður í Drangey að fara í björg eftir eggjum og búnaðurinn hefur ekki breyst mikið aldirnar. Nú ætlar Jóni í bjargið. Hann lætur það ekki aftur að sér þó liðlega 60 sé. Eyjarskeggjar fylgjast með undirbúningi í forundran. Sigfús Steini mikilfengleg fylgdi hólastóli á meðan að biskupar nýttu Drangey. Hún var 80 faðma löng og fléttuð úr 7 þáttum og nautsúð. Það þurfti 16 húðir í eina slíka festi sem var 60 kíló að þyngd. Það eru synir Jóns sem búa hann til fararinnar. Jón hefur farið í björgin í hartar 40 ár þannig að þarna fer maður með reynslu. En fíllinn er hins vegar full á móti. Eina tækni sem komið hefur til sögunar á síðustu árum eru fjarskiptatæki sem festiru við gamla bretahjálminn. Fíllinn er svo undrandi á þessum hellegheitum að hann ætlar hreinlega að snúa sig úr hálsliðnum. Fjarskiptatækin spara raddbönd Sigmarsins og leysa brúnamannin að hólmi en hans hlutverk var að endurvarpa skipunum Sigmars til vaðmanna. Og þá er bara að leggja í hann. Það er gamall og góður siður bjargmanna að kveðjast þegar niður er farið og heilsast með virtum þegar upp er komið.
Eins og við sjáum þá Jón rétt eins og unglingur í bjarginu, en nú skulum við líta á 30 ára gamlar myndir af Jóni. Þarna hann að undirbúa sig fyrir sveiflu neðarlega í bjarginu. Vaðurinn langur þannig að sveiflan ætti að geta orðið myndarleg. Og það varð hún svo sannarlega, en lendingin varð nokkuð harkaleg þannig að það hrundi stór fylla úr bjarginu. Svo hefur þetta þróast svoleiðis hjá okkur að menn hafa sigið þegar gott veður. Og þá hefur verið haldið áfram kannski allt upp undir sólarhringinn. Í einni lotu og svona tölt? Já, ég held að ég hef mest sigið í einu svona í 20 tíma. Já. Já, það ýmislegt að varast þegar farið bjargið og það svo sannarlega betra að vera ekki loftræddur. Nú Jón farinn að feta sig upp á við á ný. Þá reynir á krafta vaðmanna. Því sigmaðurinn getur verið þungur í drætti á meðan hann neðarlega í bjarginu og vaðurinn því langur. En þetta eru hraustir menn og upp kom Jón. En hvað sagði hann fyrir 30 árum að halda áfram bjargsigi í Drangey? Það getur vel verið að maður síi hérna eða ástæðu leyfa. Maður fær alltaf nóga menn. Það alltaf þó nokkuð margir sem hafa áhuga að komast hérna fram. Eitthvað við eina sem dregur þig út á hverju sumri? Já, það er eins og ég hef stundum sagt þetta væri svona kannski svipað eins og alkohólismi. Að maður þarf alltaf að fara fram og maður ekki einlega voru ekki komið fyrir maður búinn að fara fram og það eru margir sem segja að þeim finnist ekki vera komið vor fyrir þeir eru búin að smakka Drangey þeirra. Hvað það við eina sem segir? Ég hugsa að sé nú fyrst og fremst kyrrðin og svo það félagsskapurinn við menn eru hér í ró og næðu einhver sem að skipta sér af hvernig maður fer að vinna og hvernig maður hættir að vinna og þetta bara farið að borða þegar menn eru svangir og það unnið á meðan að gott veður og svo bara farið að hvíla sig og menn hafa gott og farið í tjaldið að kofa og segja legarsögur ég held að hreinlega menn að gera sér grein fyrir því hvað þetta mikil paradís hér frammi og hvað það þó margt að sjá og skoða og fuglalífi hérna það svo þægilegt að fylgjast með fuglalífinu hérna og ef að menn annað og hafa áhuga á því þá þetta alveg kjörnstaði til þess að skoða fugla og sólin svo heit hérna menn verða bara brúnir eins og svertingir á 2 dögum. Það svona legasögur sem skapir líka til Nei, þetta er